Já, góðan daginn, velkomin í Rauðan raunveruleika ungra sósíalista. Í dag ætlum við að tala neysluhyggju, samfélagið okkar og andlega sjálfshjálp. Hvernig getur okkur liðið sem best í samfélaginu okkar nú til dags, þessu tæknivædda, nútímavædda, neysluhyggju, samfélagi. Og ég sit hérna með Ísabellu Lenu. Hæ. Hún ætlar að tala með okkur Wim Hof, með öndunaræfingar, hugleiðslu, lífstíl. Já. En við ætlum að byrja aðeins að því að tala neysluhyggjuna í dag og hvernig hún í rauninni byggir á því að skapa vöntun innra með okkur. Sem maður bara sjá í öllum auglýsingum, bíómyndum, á samfélagsmiðlum, þá varpa einhverju mynd fram, einhverju sem við eigum að vilja vera, það eitthvað flott, það sett í flottan búning, og þú veist, eins og í gamla daga fyrir kannski 50, 60, 70 árum, sígarettu auglýsingar, þú veist, það var alltaf látið vera alltaf svona einhverjar fallegar konur að snerta kallinn sem hélt á sígarettunni og þá átti að búa til einhverju svona tengja eitthvað svona kynferðislega löngun við sígarettu. Og actually kvenfrelsis. Já, og svo kom það seinna einmitt. Sem var frekar sjúkt. Og þá var einmitt sagt að, já. Torches of freedom, það átti að vera sígarettunar. Já, einmitt. Og það kom frá honum Edward Bernays sem gæði sem við Frændans Freud. Frændi Freud, já. Já, einmitt. Hvernig það hefur verið markvisst gert á 20. öldinni og áfram gert að það hefur verið að beita sálfræðinni gegn okkur í raun og veru til þess að skapa löngun innra með okkur eftir ákveðnum vörum eða ákveðnum svona stöðutaktum eða félagslegum gildum sem við reynum að elta. Já. Og í dag erum við með skrýtna þróun þar sem að samfélagið að færa svolítið yfir á þessa stafrænu miðla þar sem við erum í bæði samskiptum við hvort annað en erum líka að birta hvort annað út af við þar. Já, við erum með stafrænt sjálf. Við erum með stafrænt sjálf og stafrænt ego. Já, ef við tölum í freudiskum, ef við notum mál Freuds, hann talar egoið, ítið og superegoið og ítið þá grunnurinn, það á að vera svona lífeðlislega hvatir, við erum svöng, við erum gröð, við erum alveg það tvent svo erum við með superegoið sem svona samfélagið okkar, það eru reglur sem umhverfið okkar býr til og sem við fylgjum og þetta svona sikkur pólinn, svo egoið í miðinni og egoið þá að vera það sem svona að þætta þarfinar, hvatinar sem við höfum við superegoið sem samfélagið okkar og þú veist, við erum ennþá að nota þetta í félagssálfræði og í sálfræði nema bara við tölum ekki id, ego og superego af því að Freud ekki, hann mjög fyrirlitinn í nútíma sálfræði sem stundum svolítið leiðilegt af því að hann var alveg með mjög góðar pælingar. Þetta mjög öflugar pælingar en þó hann kannski réttilega fyrirlitinn fyrir ýmislegt algjörlega kvenfyrirlitningu og margt annað en þessi grunnur svona sem hann snertir á mjög viðeigandi ennþá. Já, það mjög áhugavert sérstaklega í sambandi við neysluhyggjuna, það eru þættir á YouTube sem heita Century of the Self sem Adam Curtis eða ekki býr til. Þetta eru held ég 4 eða 5 þættir og þetta á YouTube og þetta opnaði bara nýtt auga hjá mér, opnaði á nýja vídd og hvernig við horfum á bara auglýsingar og samfélagið og kapítalisma, hvernig þetta verður allt orðið til og svona hvernig þeir meðvitað nýttu sér þessa neyslu, eða byggu til þessa neysluhyggju til þess að efla kapítalismann, til þess að búa til, þú veist, vöntun og eftirspurn og meiri eftirspurn. Já, fyrir ákveðnum hlutum. Ég meina einmitt að einn amerískur eða bandarískur svona industrialist hafi sagt að það ekki nóg að Bandaríkjamenn kaupi það sem þeir þurfa. Við þurfum að þeir elti alltaf það sem þeir vilja. Já. Það ekki nóg að kaupa, þú þarft bíl eða þú þarft fatnað. En það var ekki nóg fyrir þá. Þeir vildu meira hagvöxt. Þannig að þeir fara í risavaxin verkefni til þess að manipulera fólk í rauninni til að vilja meira. Við verðum að búa
til consumer class, neysluhyggju Já, samfélag. einmitt. En þetta alveg magnað, við mælum eindregið með að horfa á Century of the Self Já, og við bæði vorum og erum í sálfræði háskólanum. já, Það er alveg magnað að sjá hvernig amerísk sálfræði, sérstaklega kannski eftir 5. áratuginn fyrir að þar sálfræðin stæðst í Bandaríkjunum og þeir fara að skoða persónuleika á betri, skilvirkari hátt en hafi verið gert áður og allar þessar risa sálfræðideildir í Bandaríkjunum voru beintengdar alveg frá byrjun inn í neysluhyggjuna og inn í stórfyrirtækin. Já. Hvernig getum við betur markaðsett ykkur ákveðnar vörur fyrir þessum típum af einstaklingum og þessum típum af einstaklingum. Þetta byrjar þarna með Freud og ego og þetta sem svolítið svona ósnertalegt fyrirbæri. Svo kemur behaviorismin sem svona atferlisfræðin og það ennþá það sem við erum að nota mjög mikið í dag, bæði til þess að þjálfa börn með einhverfu eða börn með þroskahömlun eða eitthvað þannig, að það var svona skilvirkar æfingar þar sem aftur og aftur verið að kenna einhverja aðferð til að ná bara að haga sér eða beita sér í daglega lífi og þar byrjar þetta svona, þú veist, það sjáum við eins og auglýsingar sem við sjáum aftur og aftur eða eitthvað svona skilyrðingin að setja ógeðslega góða tónlist undir einhverja auglýsingu til þess að vekja upp einhverja svona tilfinningu fyrir þetta svo gott eitthvað ógeðslega skemmtileg tónlist og síðan einmitt eins og ég nefndi áðan með sígaretturnar og konunar til einhverjar gettfallega konur að snerta kallinn sem heldur á sígarettunni. Þetta er svona, já, ok, þannig að ef ég reyki sígarettu þá vilja konurnar snerta mig, eitthvað svona og Og þetta snertir á einhverju primal inn í okkur. Einmitt. Þetta er rauninni bara mjög fucked up ef maður hugsa það. Og eftir að behaviorismin kom inn í auglýsingabransa þá var þetta miklu áræðanlegra og svona áhrifin urðu miklu beinni. Þau eru betri í þessu. Já. Figura út hvernig þau geta búið til þarfirnar og manipulata persónuleikana. Já. Það áhrif á persónuleikana. Einmitt, líka með svona liti og hvað þannig. Þetta er mjög... Og það óhugnalegt, við ætlum kannski ekki að fara mjög mikið í þetta en þeir eru orðnir bara betri og betri eða þau og maður ímyndir sér bara hvernig þessi sálfræðingar sem eru að vinna fyrir Facebook og fyrir Google og þeir sem eru á Instagram og TikTok og eru að hanna þetta allt og þau náttúrulega fá alla sína peninga úr auglýsingatekjum. Þannig að því skilvirkari sem það geta verið í þessu að láta okkur kaupa eitthvað eða svoleiðis að því meiri peninga fá því. Já, einmitt. Þetta er líka eitthvað sem sósíalisminn þarf svona og mun takast á við. Það er þetta, þú veist, við getum ekki leyft einhverjum stórfyrirtækjum að stjórna allri svona auglýsingamiðlun eða skilju, þau hafa bara fullt vald yfir þessu að því að þú veist, þetta er svo ógeðslega ódýrt að kaupa auglýsingar í fyrsta lagi á Instagram og Facebook. Þetta er einhverju 100 kallar fyrir að láta einhverju 1000 manns sjá auglýsinguna þína. Þannig að þetta er, þú veist, já, þetta er svona... Og hvað þú átt billions of dollars. Og hvað getur þið gert með það, sko? Það er alveg hrikalegt, sko. Já, þá náttúrulega bara áttu fyrirtækina, þá er ekkert mikið. Já. Og hvað þá þegar, þetta er orðið svona alveg sterkur partur á okkar félagslega umhverfi að það eru þessi samfélagsmiðlar. Og eigum að leyfa því að vera bara í höndunum á stórfyrirtækjum. Já. Við erum náttúrulega að sjá neikvæð afleiðingarnar af því núna. Eins og kemur stöðu til ljós með Facebook að þeir bara sama hvað, ef það er hagnaður í því þá leyfa því að ganga, leyfa auglýsingunum að selja auglýsingarnar þó það sé verið að ýta undir þjóðamorð og sundrungu hjá þjóðfélagshópum innan þjóða. Einmitt. Það er alveg hrikalegt. Líka með bara sjálfsmynd ungs fólks og þá sérstaklega ungra kvenna, þú veist, það er búið að vera þetta er búið að vera á niðurleið, á hrikalegri niðurleið núna síðustu ár og ég var að sjá grein daginn þar sem að sagði að 11% stelpna á Íslandi á aldrinum 12 til 17 ára eru á kvíðalyfjum. 11% og þetta er ekki geðlæknar sem eru að gefa út þessu lyf, þetta eru heimilislæknar og ég þekki 2 stelpur, bæði litla systir vinkonum mínar og vinkona mín. Vinkona mín sem sagt í 9. bekk fór til heimilislæknis og sagðist vera að líða illa sem
auðvitað líða manni illa þegar maður er á unglingsaldri, skilur. Og hún fór til heimilislækni og hann bara, skrifaði bara kvíðalyf fyrir hana eftir 1 tíma. Ekki einu sinni, hún talaði ekki einu sinni við sálfræðing eða einmitt fekk þess að hana svona, hvað kallast það aftur, bara hefðbundin meðferð, bara að fá að tala við eitthvað nokkru sinnum, sjá hvort að það er eitthvað sem við stundum gert. Talmeðferðin. Já, einmitt, bara átum beint á kvíðalyf og líka litla systir vinkonum mínar, hún kom inn einmitt í 10. bekk að byrja menntaskóla, þetta er sama, þetta er kynþroskaskeið, það er mikið af breytingum í líkamanum, það er mikið, bara samfélagið það líka býr til mjög mikla þörf og þessa vöntun að maður sér einhverjar stelpur, eldri stelpur sem líta ákveðin hátt út, skilur, og bara unga konur vilja líta þannig út, líta upp til þeirra og þá verður líka til þessi svona tókstreita eða þessi svona vöntun á okkur og þar kemur þessi vanlíðan að við þurfum eitthvað til að bæta upp fyrir hvernig við erum hér og nú og okkur er ekki kennt þegar við erum á þessum aldri, okkur er ekki kennt þegar við erum börn að einhvern veginn að bara sko það sem er kennt í núvitund eða svona hugleyslega bara að leyfa hlutum að renna hjá þér, skilur, það kemur upp tilfinning og þú ætlar bara að finna fyrir henni, þú ætlar ekki að búa til hugsanir, þú ætlar ekki að búa til einhvern stimpil eða búa til einhverja hugmynd þessa tilfinningu, þú ætlar bara að vera tilfinningin, af því þú ert hún, skilur, þetta er eitthvað sem gerist inn í þér, þú ætlar að leyfa henni að koma. Bara meðvitað upplifa hana, ekki vera að streitast á móti eða hvað. En þetta er einmitt, þegar við erum úlingar og börn er að verða úlingar, þá er félagslegu samanburður eðlilegur. Algjörlega. Horfir í kringum sig og er að spá í hvað þýðir að vera fullorðin og hvernig á ég að vera núna ef ég er orðin 15 ára. Auðvitað, og það er á nauðsynlegur. Akkurat. Svo við sjáum hvað við viljum ekki og hvert við ætlum og hvert við ætlum ekki. Þá sjáum við og skoðum og berum okkur saman við aðra til að líka sjá hvað er rétt, eða svona, þú veist, hvað er rétt. Svo það kannski... Eða hvað okkur líka við, eða hvað okkur þykir best og hvernig við viljum vera einmitt. Og þarna getur maður ímyndað sér að komi svona náttúruleg vöntun að mann líður eins og maður eigi að verða fullorðin núna. En það er ekki að hjálpa að Instagram og Facebook og allir þessi miðlar byggja svona rosalega á yfirborðskenndum samskiptum og birtingamyndum af fólki. Þú sér ekki fólk eins og það er mikið, þú sér fólk eins og það vill kynna sig og birta sig, sem er líka mjög mikið byggt á neysluhyggjunni, því fræga fólki sem við horfum á hvernig það klæðir sig með alla sína peninga. Ég hugsa oft það eins og Kim Kardashian og svona þannig lið, sko. Að það er miklu meira en að segja, ímyndaði mér að líta svona út. Hvað kostar að líta svona út á mánuði, skilur? Það er alveg 100.000 krónur, 100.000 kallanir heilu, sko, sem að það myndi kosta, sko. Svo er samt svona, það sem er svo skrítið við þetta er að þetta fræga fólk sem hefur peningin og fjármuni og allt þetta til þess að eyða í mitt allir sem pening í til dæmis þetta make-up og þessi fínu föt og eitthvað, að þau fá þetta frítt. Já. Skilur, þau borga ekki einu sinni fyrir þetta, skilur, þetta er svona... Þau fara að auglýsa þar sem þau fá frítt, þess að fá það frítt, að þau eru að auglýsa til hinna, til að láta okkur vilja það og elda, sem er svona, til að búa til vöntuna hjá okkur. Búa til þessa vöntun. Já, einmitt. Og þetta er kannski bara svipað á þau talum í við þekkjum örugglega flest Fight Club kvótið þar sem er sagt, sko, að þau láta okkur elda allt og kaupa þetta og hitt og gera hitt og þetta til þess að láta fólki líka við okkur sem við þekkjum ekki og okkur sjálfum ekki einu sinni líka við, sko. Sem er alveg rosa djúpur punktur. En svo held ég að það tengist líka svolítið inn á dýpra að við erum í rauninni ekki með neitt, ekki mjög djúpt sense of community eða svona nær samfélagi. Já, einmitt. Kannski sérstaklega þegar við erum búin í skóla og þá erum við náttúrulega með vinnustæði og svona og eitthvað annað félagsstarf sem við getum og erum vonandi í. Það er bara gott fyrir alla að vera í einhverju félagsstarfi, held ég. En annars er það að verða meira og meira bara svona stafrænt
stafræn félagsleg samskipti einmitt, og sérstaklega náttúrulega núna í heimsfaraldrinum. já, En ég held að þetta sé hættuleg þróun að við erum ekki í neinum félagslegum tengslum við nærumhverfi okkar. einmitt. Meira að segja í skólanum, þar Já. sem við erum að hittast á Zoom og eitthvað svona, þú veist, það að vera með einhverjum, að geta talað við hann, horft í augun á honum og bara hreyft hendina hennar og tjáði og fundið fyrir bara viðveru annarar mannesku gerir rosalega mikið. Þannig kynnistu öðrum, þannig geturðu sett í spor annar og þannig erum við manneskjur, skilji. Við eigum að vera í kringum að við erum félagsverur. Svo höfum við alltaf fungerað og Já. ættum að fungera, quote unquote. Einmitt. En í skólanum, þú veist, þetta er náttúrulega búið að vera alveg hrikalegt, sko. Þú veist, maður er í alveg nokkrum hópaverkefnum og hvað, en þú veist, maður kannski hittir aldrei þetta fólk og þú veist, þetta er ekkert smá erfitt líka í sálfræðinni af því að það er svo rosalega mörg sem eru að læra þetta og kennarinn hafa ekki tök á að fara yfir mörg verkefni, þannig að það eru fleiri og fleiri settið saman í hvern hóp sem gerir einhvern veginn hópavinnuna fyrir hvern og einn bara minni, af því þú veist, það þarf alltaf einhver einn basically að taka að sér að samþætta allt þetta. Þannig að, já, það er samstæðan og svona í skólum er bara, já, allt öðru í sig. Eitthvað sem er í rauninni absolutely nauðsynlegt fyrir okkur til að þroskast. Já. Og það er að vera í nánum félagslegum tengslum og samstarfi við fólki í kringum okkur. Þetta er líka bara svona í sambandi við kjarnafjölskylduna eins og í Íslandi, þú veist, þetta er alltaf bara mamma og pabbi og börnin og svo kannski amma og afi, en svona það fer rosa lítið fyrir utan það og það líka býr til svona meiri einstaklingshyggju hugmyndafræði að bara, já, heyrðu, ok, þú veist, ég ætla að ná fram sem er alltaf ég. Fyrir mig og mína. Já, bara fyrir þitt ego, bara, já. Það vantar þessi tengsl svolítið kannski út af við nærumhverfið og við samfélagið í heild. Ég skil ekki alveg, þú veist, hvernig getur maður búið til meiri svona kollektivisma innan samfélagsins, þú veist, eins og það er bara, þú veist, fólk í svona kollektivisma löndum, þau eru hamingjusamari, af því þau hafa meiri, sko svona, þau hafa meira öryggisnet, þau hafa meiri samskipti við aðra og dýpri samskipti, af því þau þekkja kannski alla stórfjölskylduna sína, skilur, og eru bara reglulega með þeim og þau búa líka á sama stað oft, með svipið sama fólkinu. Sem auðvitað hefur sína kosti og ókosti, en algjörlega. Já. En það er einmitt, fyrir ykkur sem vita ekki, að hamingjusamasta fólk í heimi er í þriðja heims ríkjunum. Já. Og þó þau séu svona fátæk og allt það, þá virðist það ekki vera lykilmálið, sko. Nei. Það virðist frekar vera í nánum tengslum við nærumhverfið þitt og við fólkið þitt, vini og fjölskyldu og annað. Það er ekki verið að heila þóða einhverjum þörfum fyrir einhverjum hlutum. Nei, það er ekki auglýsingar þau er ekki að horfa á sjónvarpið allan daginn eða í símanum allan daginn þar sem þau eru að horfa á auglýsingar, þar sem þau eru að segja þeim eða sýna þeim að þau hafa ekki eitthvað. Þú átt ekki þessa þráðlausu ryksu sem þú átt aldrei að stíkja í samband. Vá, nei, ég er vonlaus. Já. En til að svara, eða svona mögulegt svara í spurningunni hvernig við getum skapa meiri, hvað maður segja, samstöðu eða samkennd með öðrum í kringu sig er með aukinni meðvitund. Já. Þegar eins og með neysluna okkar, að við værum meðvitaðir neysluna okkar, að við sæjum allt framleiðsluferlið og afleiðingarnar af því sem verða út af frá því sem við kaupum. Að við kaupum eitthvað það er ekki það einfalt að við kaupum bara eitthvað. Þetta náttúrulega er allir í framleiðslukeðjunni og allir í plánetunni. Já. Og svo líka eftir á kaupir eitthvað. Þú veist, bara með að fara á flokka það og hvert fer flokkunin og er það í rauninni endurunnið eða er það bara pakka saman út kassa og raðað á og nýgut skurð. Akkurat. Og með því að auka meðvitund á öllu þessu þá er maður bara held ég ábyrgari bara by default. En líka svo held ég að með svona með hugleiðslu og aukinni meðvitund og núvitund og þegar maður einhvern veginn kemst yfir
þá taugaveiklun sem hefur gripið mann einhver hluta vegna hvort svo sem það sé að neysluhyggjan sem er búin að koma fyrir ákveðnum hugmyndum í hausnum að þér vöntun og svona. Eða bara einhver atburður í lífinu sem valdið einhverjum óþægindum eða kvíða, þú veist, einhverja taugaveiklun. Þetta er náttúrulega eiginlega allar geðraskanir koma út frá einhverju trauma eða einhverju svona einhver röskun sem hefur átt sér stað í lífinu og eitthvað sem er erfitt að kljást við. Og það kennir okkur stundum, þú veist, eins og þunglyndi. Fólk sem er þunglynd, það er rosa fast í fortíðinni. Ó nei, þetta sem gerist þarna, ég var svo vonlaus þegar þetta gerist, þú veist, það er svona svolítið fast í fortíðinni. Svo fólk sem er kvíðið, það er fast í framtíðinni, það er bara, ó nei, þetta er að fara að gerast og og þetta, þú veist, og þetta eru tvær algengustu raskanirnar að kenna, bara ef við myndum kenna börnum, kenna grunnskólakrökkum, menntaskólakrökkum að vera hérna, hér og nú, að því það er eini raunveruleikinn. Fortíðin er ekki til og framtíðin er ekki til. Það er bara til þessi staður og stund sem er að gerast núna fyrir þig að vera hér og nú. Og fortíðin og framtíðin eru hugmyndir. Já, tíminn náttúrulega ekki beint til. Við búum til tímann og við notum hann til þess að byggja upp lífið okkar. Ég er að fara á æfingu eftir 7:00, skilur, og til þess að ég mæti að réttum tíma með öllum hinum, þá þarf ég að bera mig við tímann og skilja hann. En við verðum að passa okkur samt á tímanum að sko leyfa honum ekki að stjórna okkur. Valda okkur ómiklum áhyggjum kannski. Þetta getur verið mjög gagnlegt en ef þetta er að valda manni stressi einhvern veginn og maður er stöðugt í framtíðinni, þá getur maður bara að lenda í vandræðum. Þú varst nú að lesa Power of Now eftir Eckhart Tolle. Já. Hvernig fannst þér hún? Geggjuð. Hún er það? Það er ekkert smámagna bók. Það er mjög, mjög, mjög áhugavert. Ég var að hlusta á hana þegar ég var úti í útlöndum á ströndinni. Top nice. Það var, ég get ekki kvarta, það var aðeins svo næs, sko. En fararinn myndi svona að kenna manni að vera ekki hugsanir þínar, að fylgjast með þeim. Þú veist, og þegar þú dettur í eitthvað svona þunglyndis þangagang, að ekki fýta mikið inn í það, ekki fara inn og ekki vera hugsanir þínar. Þú veist, aftengdu það aðeins, taktu eitt skref aftur og horfðu á bara hvað er að gerast. Þú veist, og oft er þetta líka einhver vanlíðan kemur út frá einhverju sem er að gerast í líkamlega þínum. En þú kannski tekur ekki eftir því að þú ert á svo miklu hlaupum eða ég veit ekki, drífa þig, stressa þig eitthvað svona, að fara bara inn í líkamæðin og finna þessa staði þar sem að þér er kannski illt, og það gæti verið uppsettan að því að þér líður svona illa eða einhverjar hugsanir sem þú vorst að festast í eða eitthvað. Mér finnst þetta tengjast inn í hugræn atferlismeðferð. Já. Það sem að sálfræðingar nota eiginlega alltaf í sínum þerapíum. Hérna á Íslandi, já. Á Íslandi en líka HÍ kennir þetta, já. Mikið nota Evrópu og Bandaríkjunum, þó það sé fullt annað sem þeir nota. Það er Cognitive Behavioral Therapy eða hugræn atferlismeðferð. Já. Og þá einmitt pælingin að þú með þeirri meðferð og þá ert að skapa svigrúm á milli þín og hugsanina og líka að skapa kannski eitthvað svona annan persónuleika innra með þér, getur maður sagt, sem að segir að ef þú færð þessa neikvæða hugsunum sjálfa þig eða framtíðina eitthvað neikvætt sem er að valda þig kvíða, og þá þjálfar þig upp í því að hugsa, er þetta alveg satt? Að gagnrýna þessar hugsanir. Einmitt. En að fylgjast með sjálfu þér bara. Fylgjast með sjálfu þér, akkurat. Og það held ég alltaf, og mér finnst þetta vanmetið í sálfræðinni á Íslandi að hvað hugleiðsla og núvitund getur búið til þetta svigrúm sem maður þarf. Nákvæmlega, þetta er alveg bara mjög tengt, þetta tvennt. Rosalega. Svo atferlisþátturinn, þetta er svona hugræni þátturinn, þetta er svona aðeins að bara fjarlægja þig frá hugsunum og horfa á þær frá öðru sjónarmiði, sitja þig í annarra manna spor og skoða, mér finnst ég vera ömurleg,
setja þig horfa á þetta frá öðru sjónarmiði, ég svona umleg frá þessum einstaklingi, akkur ætti hann að halda það, og þetta svona kemur til umhugsunar. Og svo atferlisþátturinn, það svona að fá þig til að gera eitthvað, fá þig til að kannski fara til göngutúr og þú plana það með sálfræðingnum eða skrifa dagbók hugsanir þínar, þannig að tengist atferlis og hugsanir saman. Og ég meina, þú veist, þetta er basic einhvern veginn, eða skilju, og maður getur gert þetta sjálfur og með vinum sínum, skilju, og það er það sem vinir eru líka fyrir, það er til að fá þetta þriðja sjónarmið, skilju. Þess vegna eru þeir sem hafa mjög sterk fjölskyldutengsl eða vinatengsl, þú veist, þau eru oftast geðheilsan betri þar. Akkurat, nefnilega. Fá eitthvað til að spekla sig í. Það getur verið bara munurinn á milli. Þetta eru himinn og haf þar, munurinn á milli, hvernig útkomaðin sko. Einmitt. Já. En svo líka þetta að gera svona líkamlegri aðferðir. Já, einmitt. Eins og þú ert líka búin að vera að skoða mikið. Já. Wim Hof aðferðin. Ég komið svolítið djúpt ofan í það. Allar síðasta sumar þegar ég var að vinna bara í iðnaðarvinnu, þá var ég að hlusta á Russell Brand podcast og bara spilaðist þáttur með Wim Hof og honum. Ég hafði heyrt Wim Hof, þú veist, að því hann kom ekki til Íslands og var með eitthvað námskeið og ég var bara eitthvað, ég þekkti eitthvað strákar sem keyptu sér námskeið, aðild að námskeiðinu og ég var bara, eða ekki að djóka, voru að kaupa ykkur bara 20.000 krónur námskeið fyrir eitthvað, fyrir öndrunaræfingar. Þetta hljómar eins og eitthvað svona útúrsýrt hippa dæmi. Já, nefnilega, en það bara, maður má ekki segja þetta, af því að vísindin eru búin að taka þetta af sér og eru búin að sýna fram á alls konar magnaða hluti. En sem sagt, Wim Hof hollendingur, hann 60 ára, aðeins eldri kendurum, og hann þróaði þessa aðferð síðana sem hann kallar the Wim Hof method. Og þetta djúp öndunaræfing. Það svona andar niður maga og svo bara slakar og leyfir andan að svona detta út úr þér. Þú gerir þetta kannski svona 20-40 sinnum. Svolítið hratt svona, og þegar þú ert að gera þetta í fyrst skipti þá þið mun svima smá. Þetta verður smá svona, þú veist, af því að þú ert að pumpa súrefni út í allan líkamann og verður svolítið, þú finnur fyrir dofanum. Það var að fylla súrefni. Já, þú ert að, súrefnismetturinn annars eða eitthvað, hann þau ert að breyta læknisbókunum út af því að hann sýndi að hann gat sett, þú veist, 3 sinnum meira súrefni inn í frumuna en var áður haldið að vera hægt. Þú veist, það var 100%, það alltaf bara maxið. Max súrefni inn í frumu, sem þið töldu að vera hægt. Já, hann fór upp í 300%. Já, ok. Þannig að þeir þetta breyta, þú veist, hvernig þau mæla súrefni í frumum. Og það sem hann gerir, já, þessi djúpöndun, 20-40 sinnum, síðan blæsir hann alveg út, tæmir allt súrefni í maganum og lungunum og heldur. Og í þessu ástandi, þú ert að halda, þú ert búin að pumpa súrefni í þig, þú ert búin að safna þér súrefnisvolnum og síðan andra alveg út og síðan ertu bara svona, eiginlega, þú veist, ekki að ljóstílju, því þú ert ekki að taka ljósni, en þú ert að vinna úr orkunni sem þú varst að einhvern veginn að hlaða inn í þig. Og það sem gerist þá í þessu stigi, það að líkaminn í fyrsta lagi panikar smá, af því að þú ert ekki að anda, hann bara halló, ég þarf að anda, ég ekki að fá súrefni, stressa smá, þá fyrir adrenalín af stað. Adrenalíni, það ýtir af stað framleiðslu hvítra blóðkorna og hvítu blóðkornin, þau koma frá ónæmiskerfinu okkar eða taugakerfinu okkar og taugakerfið okkar, það meðvitundin, það við, það heilinn okkar, það taugarnar okkar, það skynjunin okkar, þú veist, það ástæðan fyrir að við finnum fyrir því að einhver snertir okkur og eitthvað. Við getum stjórnað þessu með þessari öndun, við getum stjórnað því hvað gerist við líkamann okkar og þegar við gerum þessu öndun, þegar þú ert að halda frá þér og anda, þá ert að gera blóðið þitt meira alkaline, þú veist, þú ert að
breyta sýrustíðinni í Já, blóðinu. þannig að sko pH-gildi verður hærra, sýrustigið lækkar, þú veist, það verður minna sýrustig í líkamanum og sko þetta, já, sem hreinsar bólgur í blóðinu eða inflammation á ensku og sko það deyja 70 milljón manns á ári úr inflammation, bara úr inflammation Shit, og það búið að gera bara nokkrar svona skoðanir, ekki kerfisbundnar rannsóknir, það er ennþá eftir að koma. Ég skil ekki af hverju þetta alltaf taka svona langan tíma, sko. Nei, ekki heldur. Það eru nokkrar skoðanir og þessi aðferð dregur úr bólgum á bara eftir eitt skipti. Þannig að þú veist, þú átt að gera þennan hring 20-40 anda inn, blása út, halda eins lengi og getur. Með tóm lungu og svo byrjar það aftur. 20-40 anda inn, blæs út og þú gerir þetta svona 3-4 sinnum. Þetta, já, getur dregið úr bólgum en það sem er magnaðara við þetta að þeir hafa sko prúfað, Wim Hof var sprautaður af E. coli bakteríu. Og það voru 100 manns á undan honum sem voru sprautuð með nákvæmlega þessari E. coli bakteríu og þau eru öll bara tiltölulega veik með hita. Í alveg 2 vikur eða ekki, einhverja nokkra daga eins og ef þú sýkist þetta E. coli bakteríu þá ert þú að fara að verða mjög veikur í allavega nokkra daga. Þú færð hita, mikinn hita, ógleði, svima, bara svona klassisk flensu einkenni eiginlega. Og síðan, ég man ekki hvernig hann kom að þessu en hann allavega var búinn að vera að segja í marga 10 ára að hann gæti stjórnað taugakerfinu og allir bara gamli, hippi ruglaður hippi. En síðan fór hann að rannsóknastofu og var sprautaður E. coli bakteríu og hann gerði öndunina leið og hann var búinn að sprauta hann og á innan við 15 mínútum þá náði hann að eyða út, þú veist, agentunum fyrir E. coli bakteríuna. Þannig að hann náði að eyða út bakteríunni úr líkamanum sínum með því að anda, með því að auka adrenalínið sem eykur hvítu blóðkornin. Hvítu blóðkornin, þau ráðast á bakteríuna. Sýkinguna. Hver svo sem hún er. Eða, bólgur. Og læknarnir voru bara, bara þú ert eitthvað medical wonder, eitthvað, við getum ekki... Freak of nature. Já, við getum ekki markað þessu, sem er bara, valid, af því hann er bara ein manneskja, þetta er ein saga. Hún verður aldrei búast við að þetta væri hægt bara að taka E. coli bakteríuna einhvern veginn og anda og einbytta þér og svona bara eitthvað auðin út, það bara mikið ekkert sens. Það bara slappaði E. coli bakteríuna út í líkamanum sínum. En þannig að hann segir, ég skal taka hópa fólki og kenna þeim að gera þetta og þeir muni geta gert nákvæmlega saman og þeir eitthvað, alltaf, þú fær 10 daga til að kenna þeim þetta. Og hann tekur 18 karlmenn sem er á svipuðum aldri, yngri en hann samt og hann fer með á í búðina sína í Póllandi og hann kenni öndunina og við tölum kuldan líka, það er annar hlutinn af þessari aðferð en hann kenni þessa öndun og fara í kalda og þetta og hann segir eftir 4 daga bara, þeir eru tilbúnir, við getum farið núna og gert þetta og allir 18 náðu að eyða út E. coli bakteríunni á innan við 15 mínútum með því að gera þessa öndunaræfingu. Þetta er alveg ruglað, sko. Og ég mæli með bara að fólk fara að kíkja á þessar rannsóknir því þetta var alveg rannsókn sem var gerð. Já, og það eru fleiri. Það er líka að vera sko með vefjagigt og þú veist, þetta getur hjálpað með sársauka af öllum toga. Ég var með bara þjáðist á sjúkum túrverkjum bara hverjum einasta mánuði, ég bara lá grátandi, gat ekki hreyft mig. Eftir að ég byrja að gera þetta kerfisbundið þá bara ég bara finn ekki fyrir sársauka lengur, ekki eins og áður. Maður getur ekki endilega sett eitthvað orsakasamhengi þarna á milli en þetta það er mjög spennandi, það verður mjög spennandi að rannsaka allt þetta dót, sjá hvað er þetta að gera við það. Og ég hef pröfað þetta sjálfur og það er líka eitt annað við þetta að bæði bara líður maður óslega vel þegar maður er að gera samhengu. Það getur verið svolítið erfitt að fylla sig af súrefni en þegar maður tæmir lungun og liggur kyrr það er bara, það er eins og sért maður að hugleiða í hálftíma eða eitthvað. Einmitt. Og mér finnst þetta nefnilega vera mjög, ég held að þetta veri mjög góð leið fyrir, þú veist, nútíma samfélagi okkar í dag, það sem allir vilja fá bara instant gratification, bara, mér langar líka vel núna, bara, ég vil fá kaffibolla svo ég fari af stað núna og þú veist, við viljum alltaf fá bara,
eins og ég segi, instant gratification og hugleiðslan mjög erfið þegar kemur að því, þú veist, það erfitt, ég gat ekki áður sess niður og hugleitt bara fyrir sko 1 ári, 1,5 ári eða eitthvað, bara ég reyndi það oft, mér langaði að vera manneskja sem hugleiti, mér fannst það svo eitthvað, það var eitthvað sem mér langaði að vera, það var einhver vöndun sem var búið að búa til innan af mér af því að allir að hugleiða, en og ég bara gat það ekki, mér fannst það alltaf erfitt, ég of ör, ég of mikið athyglisbrest, ég gat ekki bara sitið, gert ekki neitt og loka augunum, það var bara of erfitt fyrir mig, en það sem þessi önduræfing gerir, þú veist, að því þú ert að einbeita þér, þú ert að gera eitthvað og þetta mjög intense og þegar þú gerir þetta, dofinn sem þú finnur, veljan sem þú finna fyrir, að þetta bara endorfín rush, þú verður dópamin, serotonin, og epinefrin og allt þetta eitthvað sem við þurfum, þetta eru efnin sem ADHD-lyf hjálpa okkur að búa til og þetta eitthvað sem ég væri og munur örugglega að skoða þegar ég komin með rannsóknarleyfi eða eitthvað að það langar mér að skoða hvernig það hægt að nota, þú veist, til dæmis þessa önduræfingu til þess að hjálpa börnum og krökkum sem eða fullorðnu fólki líka með ADHD, af því þú veist, það ADHD einhvern veginn bara svona, það aftengsl við núið, þú ert alltaf að detta út, þú ert alltaf að fara yfir í eitthvað annað, þú ert erfitt með að halda við það sem hér og nú fyrir fram að þig, hugurinn alltaf á einhverju sveifi og þú enga stjórn á honum. Þannig að, já, það áhverð. Annað með Wim Hof, af því að þú ert að auka hvítu blóðkornin í líkamanum. Það var stelpa, hún var svona 27 ára, og hún greindist með 8 cm stórt æxli í lunganum sínu. Og þetta var náttúrulega bara áfall fyrir hana og kærastan hennar og hún bara ung, þau voru nýflutt út saman og svona og hún bara var orðin veik og greinst með þetta æxli og og hún mátti ekki byrja í kímóþerapíu strax af því að hún var með ólítið af hvítum blóðkornum í líkamanum sínum og kærastan hennar hafði áður verið eitthvað að vinna með Wim Hof og hann var eitthvað að googla og var eitthvað að skoða og var eitthvað svona, já, eitthvað svona, segi við henni eitthvað, ég held að væri alveg mjög snautt fyrir það að pröfa að gera þessar önduræfingar og fara í kalda. Og hún var bara eitthvað, ertu að fucking djóki mér eða ertu að segja mér að anda og ég var að greinast með krabbamein. Og hann var bara eitthvað svona, já, þú veist, eitthvað, svolítið óþægilegt þarna, en hún segi bara já, þú veist, hún hefði enga að tapa, þannig að akkur ekki. Ok, og hún byrjar að gera þetta, þú veist, daginn sem þau segja henni, hún sé ekki með nógu mikið hvítum blóðkornum til að byrja í kímóþerapíu, þá byrjar hún að gera þetta. Já, bara strax. Já, bara strax. Og fyrir kalda á mótnana, kalda sturtu. Eftir viku, 1 viku eftir á, þá fyrir hún aftur í pröfu. Hún búin að gera þetta hvernig degi. Þá hún búin að 2-falda magnið af hvítum blóðkornum í líkamanum sínum og hún mátti byrja samdægurs í kímóþerapíu. Þetta er íslensk saga, segirðu? Nei, þetta er ekki íslensk saga. Okay. Nei, þetta er ég heyrði þetta í podcastinu hjá Wim Hof. Já. Okay. En þetta er einsaga. Þannig að þú veist, eins og þetta, maður þarf að taka sem varnagla. Þetta er ekki ykkur heilu sannindi. Þú getur ekki séð orsakasamband út frá þessu. Nei, en þú getur samt ég held allavega að megi segja að öndunaræfingin hafi verið ástæðan fyrir að hvítu blóðkornin þau jukust. En við getum ekki sagt að öndunaræfingin hafi verið ástæðan fyrir að krabbamein læknaðist af því það væntanlega kímóþerapían líka sem spilaði inn í. En ástæðan fyrir að hún mátti fara í kímóþerapíuna var því að hún var búin að hún kom með nóg af hvítum blóðkornum. Já. En mér langar svolítið að fara með þetta eina aðalástæðan fyrir okkur langar að tala þetta mikið núna, þessa andlegu sjálfshjálp. Af því að nú eru á tímum hægri stjórna, önnur hægri stjórn enn og aftur og kerfin okkar, heilbrigðiskerfin verða áfram fjársvelt að mestu og að við erum að sjá líka alla þessa lífsstílsjúkdóma, bæði andlegu sjúkdómana en líka þessa líkamlegu að þeir eru sífellt að aukast. Já. Og það er eiginlega ekkert hjálpræði í sjón. Þannig að við þurfum einhvern veginn kannski að reyna að læra bara að díla við þetta sjálf. Já, einmitt. Og það er einmitt með hugleiðslu og með svona Wim Hof öndun og annað. Einmitt. En akkurat líka það að
að vera vinur vin okkar, að vera tengdur inn í nærumhverju okkar og samfélag Já, og hafa í rauninni kjarkinn og heiðarleikann í það að deila okkar eigin upplifun með vinum okkar að biðja um aðstoð einmitt. og æfa sig í öllu þessu. Þetta getur skilað manni rosa miklu. Náttúrulega væri best ef við værum með sálfræðinga, geðlækna og lækna sem væru að hjálpa okkur með allt þetta dót og kenna okkur þetta og koma Já. okkur inn í þetta. Það mun vonandi koma að þau munu koma inn í grunnskóla og menntaskóla þó fleiri sálfræðingar. Og kannski svona ný tegund af læknum eins og einhverju svona lífstílslæknar sem eru að blanda þessu öllu saman. Já, einmitt. Næringin og hreyfingin og andlega hliðin, hugleiðslan og Já. öndunin og allt þetta dót. Það er svolítið bara markþjálfi. Það er leiðilegt að segja, það er markþjálfi, og það er leiðilegt að sko markþjálfar eru betur launaðir en sálfræðingar. Samt er markþjálfar, þeir fara bara eitthvað svona grunnnámskeið, meðan sálfræðingar fara stundum í 7-8 til 11 ára nám eða eitthvað. Og samt fá þeir markþjálfar hærri laun, þannig ég er svona að vera að hugsa hvort ég ætla bara að beila sálfræðina og allar læknisfræði og fara bara í markþjálfun. Ekkert á móti markþjálfun þannig Nei, alls ekki. Maður myndi vilja að heilbrigðisstarfsfólk okkar sé með þá vísindalegu þekkingu sem þarf til þess að virkilega vita hvað er að tala um. Já, og ég myndi líka vilja vera með þessa vísindalegu þekkingu eða þetta. Klárlega. Já. En þetta er alveg skýrt, held ég, til að draga úr álagi á heilbrigðiskerfið okkar, þá mjög svona kostnaðar lítil aðgerð sem við getum gert, sem skilar mjög miklu er einmitt að vera með fyrirbyggjandi aðgerðir, þjálfun og þjálfa fólk í að koma í veg fyrir að svona andlegir lífstílsjúkdómar og andlegir líkamlegir sjúkdómar myndist yfir tíma. Nákvæmlega. Við ætlum að vera í þessu á milljón, bara fara inn í framhaldsskólana, menntaskólana og það það sem þessi djúpöndunaræfingar gera, eða þessi Wim Hof æfing, er að hún hreinsar út bólgunar í æðunum, hún hreinsar blóðið þitt. Þannig að hjarta- og æðasjúkdómar, þeir eru bara, þetta er aðaldánarorsökin í heiminum, á Íslandi og í heiminum. Allan í vestræna heiminum. Í vestræna heiminum. Það sem við erum að borða djúpsteiktan mat, drekka gos og djús og hveiti í næstu því öll mál. Þetta er auðvitað mjög slæmt að vita allir að þetta er óhollt, samt heldur fólk áfram að gera þetta og þið geti halda áfram að lifa þessum óholla lífstíl og borða það sem ykkur sýnist og drekki það sem ykkur sýnist. Ef að þið gerir þessu undirsæðingu, how about that? Við borða meira McDonald's eða eru dýrlega að gera. Já, nákvæmlega. En að gera að pröfu þetta. Þetta eru 10-15 mínútur sem átt að gera þetta. Helst að gera þetta á morgnana áður nú ferðið mat. Kannski fá eitt vasklas áður nú byrjar. Og þetta getur bara breytt lífinu. Já. Getur gert það. Og komið í veg fyrir alls konar sjúkdóma. Já, til lengri tíma sem algjörlega geta hamrað lífinu. En við ættum líka að krefjast af stjórnvöldum að þau myndu setja meiri peninga í að hjálpa fólki að læra svona aðferðir til þess að koma í veg fyrir hræðilega lífstílsjúkdóma sem eru bara mjög hamlandi og skaðlegir fyrir fólk persónulega og fyrir alla í kringu þau og fyrir samfélagi allt. Og þetta er líka að vera meira niðurgreitt grænmeti og hollari mat. Það er alveg ömurlegt þegar óholli maturinn er ódýrari. Já, við þurfum líka að framleiða meira af íslensku grænmeti. Það er mjög gott úrval af íslensku grænmeti, en það væri geggjað að við getum hætt að flytja inn kannski ávexti líka, ef við getum við erum með svo stórt land, við erum svo mikið af orku sem við getum nýtt í að fæða okkur, í að búa til mat fyrir okkur. Það væri mjög fallegt og gaman. Absolutely. Þurfum að þróa þetta landbúnaðarkerfi inn í framtíðina, inn í eitthvað sem getur virkað í lengri tíma og er heilbrigt fyrir okkur og heiminn. Já. Og þegar hlutirnir eru ekki að virka eins og þeir eru, augljóslega. En við þökkum ykkur kærlega fyrir og hvetjum ykkur til að pröfa þessar aðferðir og þið með endilega bara heyri okkur við getum sýnt ykkur. Alltaf senda á mig, adda mér á Facebook eða senda, ég veit ekki, erum við með eitthvað? Við erum ekki með síðu en þið finna okkar samstöðinu og sjáu Instagramið okkar og svona og ekki hika við að senda á okkur skilaboð, sérstaklega Ísabelli, hún getur kennt ykkur margt. Þið með hringja í mig, séu mér 77032383 ef þið viljið spyrja mig út í þessu undrun, ég skal fara í gegnum ykkur, alveg í gegnum það. Við erum öll í sama liði. Takk hérlega fyrir að koma í Rauðan raunveruleika unga sósíalista og við sjáumst næsta mánudag. Takk.